á Suðurland FM. Já, sportáttur með ykkur hérna reyndar á þriðjudagskvöldi þetta kvöldi þar sem að annar í páskum var í gær og fólk þá að klára sig í páskaeggja áti. En það var nú ekki mikið páskaeggja áteldi hjá fitnessfólkinu okkar hérna og ja, svo veit maður ekki en það var Íslandsmóti núna haldið helgina og við erum komið að línuna Íslandsmeistarana Arndís Rós Aradóttur. Heil og sæl og til hamingju með árangurinn. Takk fyrir það. Þú varst væntanlega ekki að borða mikið páskaeggjum svona fyrir mót? Ekki fyrir móti, en það verður að viðurkennast, ég fekk mér að sjálfsögðu páskaegg á páskadag, sko. Já, og velun að segja aðeins? Já, sjálfsögðu, það verður að fylgja, sko. Já, kannski aðeins að þér ráður við móti sjálft. Þetta er ekki fyrsta móti sem þú tekur þátt, eða? Nei, aldeilis ekki. Ég er búin að keppa margoft. Þetta var örugglega 9. móti sem ég keppi á. Jó, þannig að þú ert að fara að verða reynslubolti? Já, mætti segja það. En hvernig var svona tilfengið núna? Þetta er væntanlega sem stendur upp úr núna í augnablikinu. Það er náttúrulega þegar maður vinnur. Það er yndislegt. Það er yndislegt að uppskera eins og maður sáir. Já. Þetta er erfiðan undirbúning og mikla erfiðisvinnu í mörg ár að standa svo uppi sem sigur helgina. Það var dásamlegt. Já, nákvæmlega. En hvernig svona fyrir svona stóra keppni, hvað er maður lengi að undirbúa sig? Það er bara rosalega misjafnt. Síðan ég keppti síðast sem var bikarmóti 2015 þegar ég sigraði bikarmeistaratitilinn, þá ákvað ég að ég ætlaði að koma aftur á þetta mót og ætlaði að koma með bætingar. Það er svona mikilvægt fyrir mig að mæta ekki eins, heldur koma með bætingar. Þannig að ég er basically búin að vera að undirbúa mig fyrir þetta mót síðan í nóvember 2015 þegar ég kláraði það mót. Já, nákvæmlega. Það er nú hressilegur undirbúningur. Já, þannig að undirbúningur náttúrulega felst í því að vera að byggja sig upp og bæta sig. Það tekur langan tíma, maður ætlar að gera það heilbrigðan og góðan hátt. En svo er svona niðurskurðurinn sjálfur sem eru einhverjar vikur fyrir mót. Það eru yfirleitt á bilinu 10 til 15 vikur fyrir mót þar sem maður er að skera af sér alla fitu og tóna sér niður og svona. Já, nákvæmlega. Þegar beint eftir áramót þá á maður farin í það, á maður farin í eggin og fiskin og allt tilherrandi. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona, fyrir keppni, þetta er náttúrulega snýs og rosalegum undirbúningu. Þetta er ekki bara mæti ræktina og hugsun líkamann, þetta er allt saman. Bara það er mataræðið og svefnin og er það ekki líka upp á það hvernig þú kemur fram á sviði og fleira? Jú, algjörlega. Það eru margir þættir sem að spila saman þegar maður keppir í fitness og það er náttúrulega fyrst og fremst æfingarnar, það er mataræðið, það er svefnin, það er andleg og líkamleg heilsa og svo er það einmitt sviðsframkoman pósur, það eru gífurlega mikilvægar á svona mótum og einstaklingur til dæmis sem að er í betra formi en einhver annar gæti tapað á móti hinum af því að hann er betri pósur. Þannig að það skiptir öllu máli líka. Já. Þannig að við erum búin að vera að spranga á hælunum, alveg hægri vinstri út í vörkla Selfoss. Og kalliðinn, hann er náttúrulega, hann þekkir það að vera á þessu sviði þekki, hann hefur verið væntanlega eitthvað svona í kringu því? Jú, akkurat, það passar. Hann er mitt er að keppa í fitness kalla og var nefndir ekki með á mótinu núna en hann keppti síðast á Íslandsmótinu fyrir ári og sigraði þá Íslandsmeistaratitilinn í fitness kalla. Þannig að hann þekkir þetta og við svona lifum og hrærumst bara í þessum lífstíl. Við erum mikið við erum út í vörklæðis að þjálfa og æfa og undirbúa okkur fyrir mót og þetta er bara svona basic heimilislífi hjá okkur. Nákvæmlega. En hvernig er svona, það eru það ekki ansi margir sem þurfa að koma í kringu svona eina keppni. Þetta er náttúrulega, eins og þú segir sjálf, þetta er ekki bara mæti ræktin og pósa, þetta er alls konar annað í kringum þetta. Já, það er mjög mikið sem þarf að huga. Það er ekki bara að vera í góðu formi, maður þarf líka að hugsa hvernig maður kemur fram og passa upp á líkamann og fara í losun og losa kroppinn og fara í nudd og teygja vel og passa upp á alla þætti svo þetta gangi allt upp af því að þetta er náttúrulega gífurlega mikið álag á líkamann þegar maður er farin að æfa svona mikið
og einnig líka bara á sálina. Þetta er erfitt, maður að ganga ansi nærri sér og maður að íta sér alveg út af þolmörkum, þannig að maður verður að passa upp á alla þætti. Og þar með bara til dæmis eins og ná slökun, teygja vel, æfa, sofa og bara aðeins að hugleiða og fara vel með sig, sko. En keppnin í ár, þarna voru 109 keppendum sem að stigu á svið. Það hefur væntanlega verið tróðfullu salur, þetta er náttúrulega stærsta mótið alltaf, eða ekki, sem haldið hérna á Íslandi? Jú, Íslandsmótið, það er alltaf stærst og það voru ótrúlega margir flottir og sterkir keppendur sem komu þarna helgina. Og hvernig svona, þú náttúrulega nærið ekki að fylgjast með köllunum þegar þú ert sjálf að keppa, væntanlega? Nei, ég náði ekki að fylgjast með núna því miður, allavega ég gat ekki farið til háskólabíó, en ég fylgdist grimt með á samfélagsmiðlum, var að refresha Snapchat alveg á fullu og fylgjast með úrslitum og þetta er náttúrulega ótrúlega spennandi og gaman að fylgjast með þessu öllu bæði köllunum og konunum. Já, en það er kannski, þú getið útskýrt, hlustandi kannski áttar sig ekki á því, hver er til dæmis munurinn, þetta eru mismunandi greinar, eins og til dæmis hvað er Olympíu fitness? Olympíu fitness, þá eru einstaklingarnir orðnir töluvert vöðva meiri og með meiri skurð á líkamanum, minni fituprósentu og þær eru í öðruvísi pósum, þær eru að fara í þessar svona, hvað segir maður, svona muskular pósur, það sem hefur verið að spenna byssurnar og taka rútínur, vöðvarútínur, það sem hefur verið að spenna og sína svona ákveð. Svo er það öðruvísi til dæmis eins og í flokknum sem ég keppi, þá er töluvert minni áhersla lögð á vöðvamassa og meira á kvenlegar línur, minni áhersla á skurð og við erum ekki í þessum vöðvaflex pósum, sko. Þó þá er náttúrulega rosalega skemmtilegt að fá að flexa þeim, sko. Já. En hvernig er svona framtíðin hjá, til dæmis, eru mikið efnilegu fitnessfólki að koma núna upp? Já, það er gífurlega mikið af efnilegu fitnessfólki á Íslandi og mjög margir sterkir nýjir keppendur að koma inn, bæði í bikiniflokkana og í fitnessflokkana og eins með sportfitnessflokkana, það er nýr flokkur á Íslandi. Og það má segja það voru yfir 20 byrjendur í módelfitness sem voru að keppa núna á þessu móti. Það er bara ótrúlega flott og gaman að sjá hvað áhugin er mikill. Já. En hvað er svo framundan hjá þér? Herðu, framundan hjá mér er að halda áfram sem sagt í niðurskurði og ég þannig að ég mun ekki fara að skella mér í hádeginu í pulló strax. Ég er að fara sem sagt út á Evrópumeistaramót á Spáni, Santa Susanna og er að fara að keppa þar í byrjun maí. Þetta sport er náttúrulega svo stórt út í heimi, það er ekki auðvelt að verða atvinnumaður í þessu þannig? Nei, það er mjög erfitt að verða atvinnumaður, sérstaklega í þessu félagi sem ég keppi í sem er IFBB sem er stærsta vaxtaræktarfélag Íslands í heimi, og það er mjög erfitt, það er til dæmis bara einn atvinnumaður sem við eigum hérna í Ísland, sko, og það er Margrét Gnarr. Þannig að hún hjálpar eða ekki ykkur öllum að reyna að koma ykkur áfram? Jú, hún er allavega mjög góð fyrirmynd fyrir það. Já. Og hún sýnir að það er allt hægt og ef maður ætlar sér eitthvað þá er aldrei að segja aldrei, sko. Nei, nákvæmlega. En þú ert væntanlega þreytt eftir helgina, þetta tekur væntanlega mjög mikið á. Hvernig er svona eftir svona keppni? Er það fyrsta sem að gera, er það ekki bara beint að rótast eða er adrenalín alveg í botni? Sko, það er einmitt voðalega misjafnt, en þar sem að ég fór þarna heim með 2 bikara, þá einmitt kom ég heim og ég var bara andvaka þangað til klukkan 4 um nóttina. Það var ekki fræðilegur að fara að sofa, sko. Og ég er alveg búin að vera í svona hálfgerðu rússi bara alveg síðan þá, alveg snar óvisk og ekki geta slaka mig neitt niður. Svo allt í einu fann ég það í dag, þá var svona, okay, þetta var í alvörun að gerast. Og þá fann ég allt í einu hvað ég var ótrúlega þreytt. Anita Rós Ardóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara leiðu þið og hafðu það gott. Og takk fyrir, gaman að heyri þér. Sömuleiðis, bestu þakkir. Takk, bye. Já, hörkukeppni sem að haldin var helgina, þetta var ótrúlega flottur hópur þarna sem var mættur, en alls voru 109 keppendur sem tóku þátt. Og það var nú þannig að eins og Anita kom inn á, það var keppt náttúrulega í kalla og
í karlaflokknum á skýrdag og föstudag langa í kvennaflokknum en alls var keppt í 6 keppnisgreinum og í lokinni keppni hverjum flokki var keppt heildarsigurvegara hverja keppnisgreinar. En já, við höfum ekki tíma til þess að þylja öll upp úrslitin, það er hægt að fara inn á fitness.is og sjá öll úrslit úr Íslandsmótinu í fitness 2017. Hörkukeppni þarna á ferð. En aðeins að leik kvöldsins, fyrsta leik í úrslitum kvenna þar sem að Snæfell og Keflavík áttust við. Fyrsti leikurinn endaði þannig Snæfell 69, Keflavík 75 og Keflavík því konar 1-0 í einvíginu. Þetta er alveg ótrúlegu keppni. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM 963